Ég mig unnið í samstarfi við Sóknaráætlun Norðurlands Eystra. Hæ hó, ferð okkar liggur nú til Lauga þar sem ég að fara að tala við Stefán Boga. Hann tónlistarmaður líkt og ég, þannig að við hljótum að geta spjallað eitthvað. Ég reyndar veit ekkert hvað við erum að fara að spjalla en það kemur í ljós. Ásthildur, hvað ert þú að fara að tala um? Herðu, já, ég að fara að tala við Daniel sem kallar sig Daniel Nýtt og við erum að fara að spjalla geðheilbrigðismál aðeins. Ég er bara mjög spennt fyrir því og Hrafnhildi sem ég ætla að spjalla við tónkvísl. Já. Nice. Very nice. Og það er eiginlega bara akkurat ár síðan. Það var fyrir tónkvíslu. Varstu að syngja sjálfur eða? Já. Hér erum við komið með Stefán Boga. Á myndavélinni er Stefán og ég heiti Stefán sjálfur og við ætlum hérna að ræða um tónlist og ýmislegt og mögulega bregða á leik að lokum. Sæll Stefán minn, nafni góður. Blessaður. Mér langar að spjalla við tónlistina svona mestmegnis. Já. Hvað myndirðu segja bara ef við byrjum býsna vítt, hvað er tónlist fyrir þér? Tónlist er bara mín leið til að í rauninni bara fókusa. Ég nota tónlist mjög mikið til bara að einbeita mér og svo bara skemmtun og svona, já. Það fer ekki neitt einasti dagur án þess að ég hlusta á tónlist. Já. Það er bara alltaf tónlist í gangi. Og þá spila tónlist einnig eða hvað á hverjum degi? Já, en sjálfsög, það fylgir. Já, einmitt ég tengi mikið við slíkar pælingar sko. Alltaf annarkvort að leika eða hlýða sjálfur á. Já. Þú hefur sjálfur býsna mikla reynslu, er það ekki, af bæði að spila og að semja og einhverju slíku, ekki satt? Já, ekki jafn mikið að semja. Ég er bara svona tiltölulega nýbyrjaður að semja, en ég hef spilað alveg á hljóðfæri bara í 12 ár, cirka. Og sem sagt nýbyrjaður að semja bara fyrir svona hálfu ári eitthvað svoleiðis. Hvaða hljóðfæri eru það að tala um? Það eru píanó, gítar og síðan gríp ég aðeins til í bassa og trommur og svona. Já, einmitt. Líkt og sjáum á hér. Já. Ertu umkringdur tónlist þannig að þú getur komist í trommur og bassa og allt þegar þér sýnist? Já, ég er bara með trommusett heima hjá mér, gítar, píanó. Og keyptir þetta allt bara eða? Bróður minn á eitthvað af því. Já. Líka mikið tónlist. Ok, snillt. Og nýbyrjaður að semja, er það eitthvað sem að menn stefna að halda áfram í? Það er eitthvað sem ég stefna á að gera. Já. Það er klárlega. Sérðu fram á að gefa þetta út? Ég ætli að vera ekki einhvern tíðan svoleiðis á endanum. Það kemur. Já, líst vel á. Ég er mætt hér með Hrafnhildi sem er kynnir á tónkvísl. Góða kvöldi kæru gestir og verið velkomin á Tónkvíslina 2018. Hrafnhildur, segðu mér hvað ertu að gera á tónkvísl og hvað er tónkvísl? Tónkvíslinn er söngkeppni framhaldsskólans á Laugum sem er búin að vera haldin núna síðan 2006 og hefur verið sýnd á N4 síðustu 2 árin, 3. skipti núna. Og ég hef verið kynnir síðustu 2 ár þar sem við erum bara að sjá keppnina, tala við áhorfendur og erum að kynna atriðin og svona. Og verkefnið mitt núna er svolítið bara svona að semja handritið og sjá sviðstjórnina líka. Og hvað eru þið mörg sem eru að sjá þetta allt saman?
Við erum svona 15–20 í framkvæmdastjórn sem að sér að fjármagna keppnina og undirbúa. Við byrjum í september og við erum að fjármagna, auglýsa og erum bara að undirbúa allt við krakkarnir. Og svo erum við núna 2 kynnar í ár og ég er með nokkra með mér í að semja handrit í sviðsstjórn og svoleiðis. Og hvað eru margir sem að taka þátt að meðaltali oftast? Þetta eru svona 20 atriði og við erum yfirleitt svona helmingur frá Laugum, svo erum við að bjóða framhaldsskólanum á Húsavík líka með og svo erum við með sér grunnskólakeppni þar sem að grunnskólar á Norður-Austurlandi fá að koma að taka þátt líka. Ok, vá, þetta er alveg bara svaka bakki við erum með. Hvenær er þetta? Þetta er núna 23. febrúar, klukkan 7:30. Klukkan 7:30 og þetta er sýnt á N4. Já. Og hvar er þetta tekið upp? Þetta er sem sagt í íþróttahúsinu okkar hérna á Laugum og það koma hellinga gestum líka. Já, eru allir sem mega að koma? Já, miðasala fer fram á miði.is hefst 9. febrúar og mæli bara eindregið með því að koma og sjá þetta sko. Mæti kannski, kíkja á þetta. Það er ógeðslega gaman að sjá hvernig íþróttahúsinu er breytt bara í tónleikahöll. Við eyðum 3 dögum niður í íþróttahúsi að bara breyta öllu íþróttahúsinu, byggjum svið og setjum stóla og auglýsingar og allt svoleiðis. Nú er tónkvíslinn góða í vændum hér á bæ. Þú ert að grúska eitthvað með því, ekki það? Ég er svo sem ekki neitt í kringum í rauninni tónlistina, en ég er sem sagt í kringum tæknina. Ég er í svokölluðum tæknihóp. Taka upp og klippa svona póstkort og kynningar á keppendum. Já. Og svoleiðis. Þú ert í tónlistinu og svona bralla. Þú veist, sérðu fram á að í framtíðinni að það sé svona bara það efsta á lista ef að gera eða er þetta meira svona eitthvað sem þú gerir upp á sprellið til hliðar við eitthvað annað sem þú ert að gera? Ég er að vonast til að þetta verður bara það sem ég er að fara að gera restina af minni ævi, sko. Ég er svona, held að verður meira svona bara hljóðfæraleikari bara í einhverju bandi sem að verður þá vonandi eitthvað stórt, sko. Já. Og bara er ég þá partur af því. Sæll, Daniel. Sæl. Þú ert ekki frá Laugum, eða hvað? Nei, ég er úr Breiðholti í Reykjavík. Þú ert frá Breiðholti og af hverju ákvaðstu að koma hingað? Ég var búinn að vera helviti týndur í lífinu bara. Eiturlyf, geðraskanir. Þannig að ég ákvað að ég þyrfti bara eitthvað alveg nýtt og koma mér úr þessu helviti sem það var. Þannig að ég ákvað bara að drífa mig hingað. Ég reyndar hélt að ég væri að sækja skólan á Laugavatni. Ok, hæ? Já, og síðan komst ég að ég var að fara á Norðurland svona 2 dögum áður en ég fór. Bíddu, hvernig gerist það? Út af því að maður vissi ekkert að það væri til fleiri staðir sem að hélt eitthvað Laugar heldur en Laugavatn. Ok, þannig þú skráði þig á íþróttabraut hér. Já. Á Laugavatni. Og hvernig var að koma Breiðholtinu hingað? Það var mikil breyting, sko. Allt í einu komin á einhvern pínulítil stað upp í sveit þar sem var alltaf kalt. Stærsta breytingin var náttúrulega örugglega ég farið 3 svar í FB og hætti þar, einu sinni í FA og hætti þar. Síðan allt í einu var maður komin á Laugar og það var maður með kennara sem var ekki sami maður. Já. Það skipti það actually máli annars. Maður skipti máli fyrir kennarana. Já. Hefur aldrei verið hérna? Er ekki bara að chilla hérna eitthvað? Nei, voðalega lítið. Ég kom inn á til, fann einu svona lítinn kassa af bláum Opel, eldgamlum tóman. Og tókst það með heim? Já, hann var svo í hentunum. Æi. En þið vitur svolítið mikið, þið vitur svolítið mikið staðinn, hefur þið ekki eftir? Já, það er, þú veist, við erum rosalega svona, þetta er í rauninni bara heimilið okkar og allir sem hafa verið hérna eru bara, þetta er rosalega svona ástkær staðir og já, þetta er bara heimilið mitt hérna, sko. En af hverju valdir þú Laugar? Mér langaði í rauninni bara að komast mínu frá Akureyri og... Þú ert frá Akureyri? Já. Já, ok. Og ég var búin að heyra hann, fór svo að skoða, það er hellinga myndböndum á YouTube og svona sem að ég fór að skoða og þá var ég bara, já, nei, ég verði að fara.
Í alvörunni? Já. Og hvað var það svona sem heillaði þig bara, þú veist, vildur þú fara eftir á hvað brautist? Ég er á náttúruvísinda. Var það bara einhvern veginn staðurinn að umhverfið eða? Já, bara komast aðeins í burtu, bara svona svolítið út í sveit og þetta er svo lítill skóli og það er svo rosalega gott aðhald á öllu hérna. Kennararnir, þú veist, þekkja þig og vita hvað er best fyrir þig og geta svona hjálpa mér mjög mikið að sníða námið. Já, þeir styðja við þig? Já, mjög mikið. Og hugsa þig? Já. Já, Daniel sagði það mitt líka. Já. Já, þú mútti gera tvisvar eða eitthvað. Já, ok. Ertu eitthvað tengdur einhverju meðferðar... Bergið? Já, Já. meðferðarheim, eða hvað er það kallað? Bergið er sem sagt þegar það verður opnað í allri sinni mynd, þá vill Bergið vera bara móttökumiðstöð fyrir ungt fólk í vanda og það skiptir ekkert máli hver sá vandi er. Og þú veist, hvort sem það eru fíknivandi eða anorexía eða eitthvað, þá vill Bergið bara að þú getur komið til þeirra og tala við fagaðila þar og þeir hjálpa þér síðan að taka næstu skref í það Bergið hjálpa þér síðan að taka næstu skref bara í leið þinni að bata í rauninni. Og þú veist, Bergið á alltaf að geta haldið utan um mig, þú ert alltaf að geta komið í Bergið og tala við fólk sem veit hvað það er að tala um. Og það sem ég ger í Berginu er í rauninni, ég sit í ungmennaráði Bergsins. Já. Og við hittumst bara eins og ég er tiltölulega nýkomin af fundi í Reykjavík. Þar sem við vorum bara að tala um akkurat hvernig við viljum hafa Bergið. Þetta er í rauninni á ákveðnu byrjunarstigi, eins og við erum ekki komin í almennilegt húsnæði. Já, og hvað er langt síðan þetta byrjaði, eða hvenær? Það var stofnfundur á afmælinu Hans Bergs sem að þetta er skýrt eftir 17. september. Já. Bergur sem sagt var, ég þekkti hann pínu og við vorum ágætis félagar og hann svipti sér lífi fyrir held ég 3 árum síðan. Og þetta er mamma hans sem er búin að vera aðal drifkrafturinn í þessu. Sigurþóra. Það er algjör hetja. Já. Og þetta er í Reykjavík? Þetta er í Reykjavík. Er þetta frítt eða geta allir leitað til Bergsins? Já, það er allavega pælingin. Að þetta sé bara staðir þar sem að öllum má geta liðið vel. Og þetta ungt fólk í dag er rosalega upptekið við það að líða illa. Já. Og þú veist, ég er ekki að reyna að vera eitthvað leiðilegur eitthvað þegar ég segi þetta, en þú veist, við erum rosa upptekin að því að hvað okkur líður illa. Og þarf eiginlega bara svolítið að breyta því og ég held að það sé rosa mikið menningarlegt bara. Já. Hvað heldur að sé í samfélaginu sem að, heldur þetta sé út að við erum svo einhvern veginn upptekin að sjálfum okkur út af öllum þessum samfélagsmiðlum og öllu þessu? Ég nefnilega held að við þurfum að læra að vera meira eigingjörn. Okay. Út af því að, eins aðsnarlega hljómar, út af því að þú veist, í rauninni, þú getur náttúrulega ekki verið, það er ekki hægt að vera hamingjusamur nema þú einbeitir þér svolítið að þinni eigin hamingju. Þú getur ekki endalaust ætlað bara að fara á Twitter og móðgast yfir einhverju sem einhver sagði einhvern annan en sjálfa þig. Já, og þú veist að því ef þú ætlar að vera endalaust í því, þá á þau bara eftir að líða umulega. Og við þurfum bara aðeins að læra að taka skref tilbaka og hugsa það hvað það er sem að gera okkur sjálf hamingjusöm. Af því að þú getur ekki, það er ekki hægt, það er bara ekki hægt að ætla að koma með hamingju inn í lífið einhverja annara og vera síðan grenjandi heima sjálfur. Það bara virkar ekki, þannig að ég held að sérstaklega ungt fólk í dag þurfi bara svona aðeins að læra að pæla aðeins meira í sjálfum sér, ekki vera að pæla í öllum öðrum. Ég mig er unnið í samstarfi við Sóknaráætlun Norðurlands eystra.
Tæknihópur og nemendur í skólanum fá líka tækifæri á að vera á myndavélum. En svo erum við með svona fagaðila sem eru á hljóð og ljósum og svona. En af hverju ert þú í þessu? Hvað vakti áhuga þinn? Ég bara hafði áhuga á að fara í framkvæmdastjórn því ég var á fyrsta ári, pröfa þetta svona. Og þetta er orðið bara svona mjög mikilvægur partur af árinu núna hjá mér. Langar þið að fara í eitthvað meira eftir þetta sem tengist þessu? Já, það var alveg, ég gæti alveg íhugað mér það sko. Ég er búin að vera náttúrulega kynnir núna síðust 2 ár og mér finnst það mjög gaman og þetta er mjög skemmtileg vinna á bakvið þetta allt. Já, og hvernig er að vera kynnir á keppningunni og vera í beinni útsendingu og svona? Er það ekki svolítið mikið mál? Jú, þetta var mjög stressandi í fyrsta sinn en ég var með 2 með mér þá sem hefðu gert það áður og voru mjög mikill stuðningur og þeir hjálpuðu mér rosalega mikið í gegnum þetta. Þetta var mjög stressandi fyrst en núna finnst mér þetta bara mjög gaman. Svo er maður með útsendingarstjórn í eyranu og er svona rosalega mikið inn í öllu þessu og þetta er mjög gaman. Já. Finnst þú að fara í eitthvað svona ham, ferði í einhver leikræn tilþrif eða eitthvað? Já, maður fer í svolítið svona zone en ég reynir samt svona að vera bara svolítið svona létt og vera pínu svona bara ég sjálf. Já, það eru náttúrulega margir sem horfa á þetta. Já, jú, þetta er eina söngkeppni í framhaldsskólum sem er sýnd í sjónvarpi. Já, en af hverju heldur það sé á Laugum? Ég meina, þetta er náttúrulega mjög lítill skóli með við sumar skóla á landinu. Já, þetta er rosalega lítill skóli. Við setjum svo mikinn metnað í hana og hún er svo rosalega stór. Við erum með sömu ljósagræjur og við erum notaðir í söngkeppni sjónvarpsins og þetta er risastórt. Já, og hvernig kom það til að þetta var svona rosalega stórt? Held ég bara metnaðurinn hjá nemendunum. Bara við ákveðum að við erum búin að vera að stækka gegnum árin og núna erum við komin á svona hápunktinn held ég. Getur ekki orðið mikið stærra. Nei. Þú ert hérna í Laugaskóla þá. Jöp. Og hvað ert að læra? Núna er ég bara á svona kallar almennu braut, bara í rauninni grunnfög. Síðan bara eftir þessa þegar ég klára það, þá ætla ég stefnan að fara á svona kjörsviðsbraut sem er nýtt hérna í skólanum og taka þá fyrir svona tónlist sem kjörsvið. Þau bjóða upp á það að þú getur bara farið á kjörsviðsbraut, þá ertu bara í grunnáfengum í rauninni. Getur valið bara eitthvað kjörsvið, hvað sem það er, bara einhverju íþrótt eða tónlist eða eitthvað. Og ég ætla að taka fyrir tónlist í leikhúsi eða eitthvað svoleiðis. Eða bara tónlist yfir höfuð. Og til dæmis núna eins og það sem ég er að gera að spila í leikhúsi í EFF-sveit. Ég fæ það til dæmis metið bara sem einingar. Færðu einingar fyrir þú ert að spila í Línu Langsokk, ekki satt? Ok, finnst þér þá að þessi nýja braut hérna hafi haft áhrif á að þú komst hingað á Laugar? Já, mér finnst hún hafa haft mjög mikil áhrif á það að ég kom hingað á Laugar. Bara tónlist hefur auðvitað verið bara mikill partur af mínu lífi síðustu ár. Þannig að það að geta tekið tónlist hérna sem í rauninni aðal áfanga er bara stórt skref. Mér finnst svona einhvern veginn heildarbragurinn yfir þessu séu ok, við erum með tónkvíslina, geggja pepp fyrir það, fólk að taka þátt, fólk að spila að gera. Finnst þér þá eins og fólk sé opið fyrir bara ok, tónlistabraut, geggja? Já, það eru alveg nokkuð margir sem eru að taka tónlist sem kjörsvið og tónkvistin er mjög stór bara menningarhátíð í skólanum. Hvað finnst þér samt svona samfélagsmiðla? Ég hati það sko. Er það? Já, ég er svona lúðinn sem er aldrei á þessu. Það er nú ekkert lúðar. Það eru alls ekki allir sem geta gert það, skal ég segja þér. Mér finnst þetta svo leiðilegt. Þetta er svo fake eitthvað. Ég á Facebook bara til að geta nota Messenger, því annars verð ég bara hellisbúi. En þú veist, ég er ekki á Snapchatinu. Nei. Ég er ekki á Instagram. Nei. Bara hvernig finnst þetta ógeðslega leiðilegt. Já. Ég sé alveg hvað er gaman við þetta. Ég sé akkur þetta er, þú veist, í rauninni nauðsynlegt. Þetta er búið að opna á umræðu í þjóðfélaginu og allt í henni geta allir tjáð sig allt og það er alveg góð. En það er þetta akkurat sem ég er að tala um áðan. Hvað fólk er ógeðslega upptekið við að vera bara leiðilegt og pirrað á samfélagsmiðlum. Já, og vera líka bara svolítið
að hugsa fólkið í kringum sig, hvað það að gera, hvað í gangi á þeim og eitthvað svona. Það alveg. Alltaf átökusveit tilbúin, bara ef þú segir eitthvað aðeins vitlaust, þá bara eitthvað hausinn að þið tekinn af. En mér langar samt að spyrja út í svona geðheilsumál og svona, þú varst í eiturlyfjum og eitthvað svona. Já. Og hvert leitaðirðu? Voru náttúrulega rosa fáraði í rauninni. Ég fór nú Vog einu sinni í 4 daga. Þangað til að 18 ára ég ákvað að allir þar inni væri hálfvitar. Og þá labbaði ég út. Þú veist, ég hef alltaf litið rosa mikið á bara Laugar sem meðferðina sem ég fór í. Ég allavega, þú veist, ég vissi ekkert hvert að ég ætti að leita, þannig það endaði með því bara að ég reyndi að drepa mig eftir að ég hafði, foreldrar mínir hentu mér út, skiljanlega, ég gerði ekki neitt nema að svíkja þetta fólk á ákveðnum tímapunkti. Já. Þannig að ég fór og leigði mér 15 fermetra herbyggi, þar sem við byggum 2. Það var samt á 2 hæðum, sko. Það var svefnloft og mér fannst mjög gaman á tímabili að segja, já, ég leigi 2 herbyggi íbúð. Já, ég ákvað á, held ég, 19 eða 20 afmælinu mínu að ég ætlaði að drepa mig. Og sem betur fer þá misheppnaðist það og ég var ekki búinn að tala við mömmu í svona 4-5 mánuði þegar þetta gerist. En síðan allt í einu þegar ég ligg þarna á gólfinu, grenjandi eitthvað, þá kom svona þessi rödd sem kom alltaf þegar maður var 6 ára og datt á hjólinu sínu. Ég vill bara fá mömmu. Já. Og ég ákvað að hringi í hana og ég bjó í korters fjarlægð frá henni. Hún var komin eftir 7 mínútur. Keyrir alltaf á löglegum hraða þessi kona. En ekki það. Síðan allt í einu var hann komin og þá er ég komin heim. Og þegar ég var komin heim þá hugsaði ég bara, ég vil ekkert fokka þessi. Ég vil bara fá að vera partur af þessu áfram. En hvað heldurðu að svona hefði hjálpað þér? Þú veist, hvernig heldurðu þetta hefði ekki gerst? Að þú hefði verið komin bara á lægsta punktinn í lífið þínu? Heldurðu? Náttúrulega mitt vandamál var samt rosa mikið að ég talaði aldrei við neitt hvað mér leið illa. Já. Og þú veist, ég held að það hafi enginn almennilega vitað einu sinni hvað mér leið ógeðslega illa því að ég var mjög fínn í að fela það. Og mér vantaði bara einhvern sem var tilbúinn að hlusta á mig, sko. Og fannst þér að fá það á Laugum? Já, mér fannst það. Fallegt. Þetta er gott. Snillt. Ok, ég gleymdi þessu. Já. Hvað gerir þig hamingjusaman, myndirðu segja? Það gerir mig hamingjusaman. Það eru rauninni bara litlu hlutirnir í lífinu, sko. Þú veist, fara og sparka í bolta, fara og sitja með litlu systur minni og gera einhver ömurleg lög eitthvað saman eitthvað, þar sem að ég er að syngja að labba niður brekku eða eitthvað. Og þú veist, allt bara sem þetta, vera akkurat með fjölskyldurinn minni, af því ég veit hvernig það er að hafa hann ekki, þannig að það er besta tilfinning sem ég veit um. Og allt bara svona, þetta litla, maður verður að læra að finna ástina í litlu hlutum, sko. Og verður svo miklu auðveldara að lifa. Sammála. Jæja, þá er þátturinn búinn, eða verða. Hvað fannst þér svona standa upp úr? Mér finnst þetta að vera mestmennist 2 pælingar svona fyrir mig. Það var sem Stefán var að tala hérna hvað umhverfið skiptir máli. Það að koma sér á nýjan stað, það getur alveg blómstrað versus einhvers staðar annar staðar, sko. Og svo það sem Daniel var að tala
Mér fannst eiginlega bara allt sem hann var að segja býsna áhugavert. Já, mér fannst það líka. Mér finnst bara ótrúlegt hvernig, þú veist, einstaklingur getur verið á svona miklum lágpunkti og komin einhvern veginn í blómstrand, segir maður það? Svona í blóman. Já. Já, mér finnst þetta sjúklega áhugavert. Mér finnst líka svo gaman hvað hann sagði fyrir tökurnar. Þegar hann sagði hérna, að hann er alltaf í mismunandi sokkum. Þá sagði hann já, þetta byrjaði alltaf ég á 6 ára þegar ég horfði ekki mikið á Línu Langsokk og hún er bara fyrirmyndin hans. Mér finnst það svo ógeðslega krúttlegt. Já, ég fílaði fatastílinn hans mikið, sko. Þegar ég sá sokkana og girtu peysuna og allt, þá vissi ég þetta var maður sem mér líkaði við, sko. Já, þetta er netti gæi, sko. Mér finnst líka gaman að tala um Hrafnhildi. Mér finnst mjög áhugavert allt þetta með tónlist. Ég skil ekki hvernig svona ógeðslega lítill skóli einhvers staðar út í buskan getur gert svona ótrúlega stóra hluti og það er ekki, þú veist, þetta er bara nemendurnir sem að gera þetta allt, skilur. Það er sjúklega áhugavert. Sammála. En ég var að segja þetta gott. Held ég. Bara takk fyrir okkur og takk fyrir að horfa og bara... Kominn tíma að þrífa þessi klósett. Já. Ég sé bara þetta ljós, endalaust þegar ég blikka. Þetta ljós. Ekki horfa í það. Tónlist einnig til þess að... Já. Úf, það er bíll að koma. Já. Býðum mjög. Túristarar hefur mættir að filma okkur. What's up? Við komum með hann Stefán Boga. Tökum þetta aftur. Ég reyna að hugsa sko hvernig við getum gert þetta aðeins minna eins og fyrstastátturinn. Ég er bara að tala um að við erum ekki að vera eitthvað svona geðmiklu viðtali dæmi. Þú veist, þetta er ekkert viðtal.